Sælveriði og verið velkomin í flugusmiðina. Ég var hér. Í þetta skipti ætla ég að nýta flugu sem maður beðið núna á rásinni. Og þetta er laxafluga sem heitir Black Sheep og á einkrækju lítur þessi ágæta fluga svona út. Í þetta skipti ætla við að nýta hana á tvíkrækju sem er þá þessi Arex standarddoppel númer 8. Við setjum önglanúmerið í lýsingun á vídeónu og Arex, þeir fær Arex í flugubúlinni til dæmis og það er alltaf að taka það fram að þættir eru í samstarfi við flugubúlina. Eitt sem ég ætla að sýna ykkur í samvætti krókin áður við byrjum. Ég sjáu að ég var með krókin dálítið djúpt í væsnum og það er alltaf læg með þessa stærri króka að vera með á dálítið djúpt. Ekki vera með á alveg blá nippinu og heldur að spara þennan hluta af væsnum fyrir minni krókan og láta þessa stærri króka vera dýpra. Þannig spörum við okkur allavega einhvern líftíma á kemmanum á væsnum. Og ég er að nýta þetta á Rensetti sem ég keypti út í Florida. Sem Traveler Rensetti sem er 2304 minni mig, stór skemmtilegu væs. En við byrjum á því að skella á þetta tvinna. Hausinn á þessari flugu á að vera rauður, samkvæmt uppskrift, og við notum rauðan Uni 8.0 tvinna. Og það kemur broddur á þessa flugu sem er úr silfri, sem er úr ávölu silfri og við byrjum á því að festa það niður. Og broddurinn kemur sem sé aftast og svo er svört ull í búk, þannig að þetta er tiltölulega einföld fluga svona allavega ætla að byrja með. Og þeir eru búin til brodd á flugu og höfum við þetta aftast. Einnig viðbót hérna svona. Festum þetta niður. Svo er þetta að vefja þessu aðeins framar til þess að þetta sé alveg örugglega ekki að fara að verða sé ekki að fara að rakna upp. Ég nýti flugurnar mínar svona frekar þannig að ég ætla að frekar þétt nýtar og fastar heldur en hitt. Næsta í þessa flugu það er efnið í búkinn og ég er að nota svarta ull sem bómullar ull held ég, þennan bómull. En það gengur líka að nota bara svarta venjulega ull í hugsa. Árugat myndi ganga í þetta líka. Prýðisvel. Við festum svartu ullina hérna niður. Vefjum henni hérna aftan á. Förum með þráðinn ekki mikið lengra en þetta. Jafnvel svona. Svo hættum við með búkefnið, þið sjáu hvað ég hætti með það. Það er engin vöf á þessari flugu, það er að segja þessari útgáfunni. En svo er fluga sem heitir Silver Sheep líka, sem er svona variantur af þessari flugu. Og Silver Sheep er með silfurlituðum búk og ávölu silfri yfir. En þá klippum við þetta hérna í burtu, þið sjáu hvernig ég íti tvinnunum hérna í burtu eða þræðinu með puttanu, það er til þess að tryggja að ég klippa hann ekki sundur með skærunum. Hver kannast ekki við það? Skeggið á þessari flugu, það er blár hani. Við skellum honum hérna sem sé á svona og notum náttúrulega sjálfsögðu snúningin á væsnum til að hjálpa okkur. Og það halda fjöðrunum hérna saman, það fara skakt á og það er allt í lagi, en þá bara tekum maður í þær og réttir þær af til að taka 2 vafninga yfir þetta og svo skiljið þær eftir svona til þess að geta dregið þær í. Rétta stellingu, svona eins og ég vil hafa þér, þannig að oddarnir hann nái svona aðeins jafnvel inn í öngulbuginn. Og svo klippum við þetta í burtu hérna, endan. Og það er með þessa flugu eins og aðrar. Það er mikilvægt að eiga pláss, passa sig að verði ekki uppiskroppa með það og snemma. Þá er skeggi komið á hana og
í byrjunin á þessari flugu, það er að segja vængurinn á henni er tvískiptur, það er annars vegar svartur bucktail og svo gulur bucktail. Við erum með svartan hérna og sjálfur nýti ég þessa flugu svona frekar þannig að það sé svona ívið lengri vængur á henni heldur en stuttur. Þannig við tökum sem sé tökum hárin hérna, þessi undirhár hérna í burtu, svo mælum við fyrir vængnum og ég talaði að hafa hann dálítið lengri en venjulega og þá erum við að tala sko eitthvað svona, það gengur alveg upp. Og guli vængurinn sem kemur ofan á þetta er jafn langur, eða svipaður eða kannski jafn aðeins lengri. Þannig að skæi yfir hinn. Black Sheep er sterk laxafluga. Ég hef ekki notað hana neitt voðalega mikið sjálfur, en í laxi ég veiði miklu meira silungi heldur en lax. Og hér kemur vængurinn og ég er búinn að bleita sárið á sem sé á vængnum með lakki. Og kemur þetta svona. Það er dálítið löngu væng, en það er náttúrulega svo kemur gulur bucktail yfir þennan. Hann yrði þá þetta langur. Gallinn við bucktailin í þessa flugu er sá að það getur verið dálítið erfitt að stjórna honum. Sjáum við hérna. Það fer dálítið magn, hún er dálítið vel dressuð þessi og það er allt í lagi. Það sýnir ykkur hérna eitt tricks. Ekki tricks að vita, þetta allir nýtarar sem að nýta flugur að það er hægt að fara með rakvélablað eða dúkahníf hérna framan á og taka framan á þessum hárum hérna. Þið viljið fá þetta alveg þráð, beint og fínt, en áhættan við þetta þegar við gerum þetta það er að skera tvinnan í sundur. Þannig að þetta er eitthvað sem ég mæli með að fara varlega í. Bestu nýtararnir nota einfaldlega rakvélablöð í þetta. Ég er bara ekki með rakvélablöð þetta við hliðina á mér. Eða við hendina. Og svo verður að fara hérna í þetta og taka svona lausu hárin í burtu. En þetta verður til þess sem að sker hausinn svona til. Þetta verður til þess að hausinn verður svona aðeins náttúrulegri. Eins og við sjáum hérna. Svo kinnarnar á þessa flugu, það er Jungle Cock sem er hérna. Og ég ætla að snúa flugunni, þannig að þetta verður aðeins léttara fyrir mig að setja þetta á. Sjá. Að finna betri Jungle Cock í þetta. Kinnarnar á þessu flugu, þær eru Jungle Cock og hann er hér. Sjáum við þessar fallegu Jungle Cock fjaðrir. Þetta er, ég nú að nota náttúrulega fjaðrir í þetta, en það fást Jungle Cock fjaðrir sem eru úr plasti orðið í dag, sem eru bara alveg ágætar líka. Og kannski það sem plastfjaðrirnar hafa umfram náttúrulegu fjaðrirnar eru það að plastfjaðrirnar trosna ekki, það er klofna ekki eins og þessar náttúrulegu fjaðrir eiga til að gera. Þekkt vandamál með Jungle Cockin, þið sjáu þegar Jungle Cockin er komin á hérna. Það tökum við 3-4 alveg þéttingsfasta snúningu, þá er hann alveg kjur. Og svo klippum við Jungle Cockin hérna af. Svona.
eins mín megin, ég að gera þetta hálf blindandi hérna eitthvað megin, og þá flugan bara eiginlega klár, þá bara þetta búa til hennan haus hérna á hana og hnútinn á svona stóran haus kýs ég að gera með fluguna öfuga, þá kemur hnúturinn ofan á hausinn í rauninni þegar við erum búin að snúa væsnaveiðið sjáið, og þá ber ekki eins mikið á hnútnum, þá þessi hann verður fallegri, þetta bara pikki smekksatriði hjá mér, en það ljótar að hafa hnútinn hérna neðan á hausnum. En ykkur að segja, þá skiptir þetta engu máli þegar út í á komið og við erum farin að veiða. Alltaf laxinn sé ekki mikið að spá í þessu, en kannski eru fróðari menni ég í laxveiðum sem geta veffengt þetta, og ég alveg til að hlusta á rök gegn því. Svo bara lakka á fluguna, ekkert annað að gera en að lakka hana allan hringinn og hérna bíða eftir þarna. Svo bara panta ég aðaldalinn og vona það besta. En þetta sem sé Black Sheep hérna, hún klár. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhrif, þið með endilega gerast áskrifendur á rásinni, deila rásinni og setja like á vídeóið. En þangað til næst, þá bara séu ykkur hess og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.